Morgun eitt þegar Villi var að borða vespugrautinn sinn komu vinir hans í heimsókn. Afsakið, góbul, góbul, sagði Ívar. Má Villi koma út og leika núna, góbul, góbul? Já, hann nú að borða morgunmatinn sinn eins og stendur, sagði Marta. Bra, búinn mamma, Rópaði Villi og hvolfdi skálinn yfir höfðun á sér því til sönnunar. Nú, jæja, þá máttu fara, Villi minn, en óhrengaðu nú ekki fötin þín, sagði hún, en Villi flýtti sér út til vinnanna og þeir hlupu á ógnarhraða út af stóra túnið. Þeir athuguðu vandlega hvort tuttin væri nokkuð á svæðinu og spiluðu síðan fótbolta af mikilli snilld. Eftir dálitla stund heyrðu þeir kallað heima frá bænum, strákar! Og þeir sáu hvar Marta stóð við hlöðuna með fullan disk af ormakökum handa þeim og á eldhúsborðinu biðu þeirra glös með ljúfengum drykk. Ó, frábært, Rópuðu þeir, en girnilegt. og Marta brosti þegar hún sá hvað þeim þóttu kökurnar góðar. Þegar þeir fóru aftur út, sagði Sjonni, Mamma þín frábær, Villi, ekki satt, strákar, ha? jú, sögðu þeir í kór. Og nú var komið tími til að halda áfram að leika sér. Til tilbreytingar ætluðu þeir núna að leika sér heima við húsið. Í fyrstu gekk allt vel. Datti var mjög ánægður með að hafa skorað mark milli fótanna á Ívari og til að sýna hann væri ekki síðri en Datti þrumaði Villi boltanum svo að hann skaust eins og byssukúla beint í gegnum opinn gluggan á kolageymslunni. Bra, nýji boltinn minn. Æpti Datti ángistafullur. Ó, hafðu engar áhyggjur, ég skal sækja hann, sagði Villi og fór inn í kolageymsluna. En það var svo dimmt þar inni og allt svo kolsvart að boltinn sást hvergi. Hvað að, Villi? Finnur ekki boltan? Spurði Sjonni úr dyrunum. Bra, nei, Svaraði Villi. en hann hlýtur að vera hérna einhver staðar. Ég veit, við hjálpum þér að leita, sagði Sjonni. Að sjálfsögðu, góbul, góbul, svaraði Ívar og þeir fóru allir inn í kolageymsluna. Í sama bili sá Villi boltan. Þarna hann, sjáu þið, þarna uppi. Kallaði hann og þegar þeir litu upp sáu þeir hvar boltinn satt fastur upp undir þakinu. Og í sömu svifum flaug Villi upp og kallaði, Hérna kemur hann. en hann hafði ekki tekið eftir því að á miðjugólfinu var full fata af kolasalla. Bra, hérna kemur hann. Kallaði hann. Boltinn lenti í fötuna og svipstundu voru þeir allir hóstandi og skyrpandi í þykku skýi af kolaríki. Það mátti engu mun að Marta féll í yfirlið þegar hún sáð á kolsvarta frá hvirfli til ilja. Innan stundar var Hólmgeir farinn að þvo þeim undir dælunni og það mátti heyra hann muldra í barminn. Skrambin, óþekktar rendurnar ykkar. Allir fengu þeir fulla steið af meðalinu hennar Mörtu svo þeir kvefuðust ekki og auk þess setti hún ofan í við þá og sérstaklega Villa fyrir að stemma fötin sín. Þegar að Villi var háttaður kvöldið hugsaði með sér að mamman gæti svo sannarlega orðið reið en samt sem áður var hún besta mamma í öllum heiminum.